koma í Spektrum. Já, Þátturinn heitir Spektrum, var ég búinn að segja hann heitir Spektrum. Nei, ég held ekki. Okay. En bara takk fyrir að bjóða mér. Mjög ánægilegt. Þú ert í mjög fínum fötum. Já, takk fyrir það. Ég einmitt á leiðin á þingfund bara á eftir. Og þú ert með svona klassískt úr, þú ert ekki með sportsúr eða hvað? Já, ég sko veit ekki neitt úr. Heldur ekki ég. Ég ákvað daginn að ég þyrfti kannski að vera með slíkt. Líka því að sko í mínu jobbi er ég mikið að hitta svona fólk og spjalla við það og þá finnst mér svo dónalegt að líta á símana að þú verður að vera seinn. Já, þannig að það var líka praktískar ástæður, ekki bara eitthvað fagurfræðilegt. Okay. Og það er miklu lúmskara að hendi einn svona en að miklu að taka upp síman til að þú þurfa að vera mættur eitthvað annað, sko. Ég var með svona Garmin, svona semi-snjallur sem ég fekk skilaboð líka og ég var einhvern veginn að funda og ég var alltaf að kíkja á skilaboðin sem ég var að fá. Og konan var eitthvað, þú veist, ef þú þarft að fara, þá ferðu bara. En þá var ég einmitt eitthvað svona, þú veist, ég vil ekki vera að taka upp síman minn til þess að skoða skilaboðin. En hvar keyptirðu þessi föt? Í hvaða búð? Þetta nokkur sköldur? Nei, þetta er John Taylor. John Taylor? Já, maður sem að ferðast heiminn og mælir menn. Já. Og lætur síðan sauma á föt. Ég hef heyrt þennan mann. Vinur minn dró mig með sér. Ég hélt fyrst að ég væri komin í eitthvað píramídasvindl, sko. Að hann myndi draga mig og síðan ætti ég að draga næsta. Já. Eitthvað svoleiðis. En já, ég fór þarna með honum og var mældur út og... Hvar var þessi mæling? Hvar fór þetta? Í einhverju Airbnb íbúð hérna í Þingholtunum. Já, ok. Já. Og hann ferðast bara með heiminn og gerir þetta? Já. Cool. Ok, við ætlum að tala 4 skoðanir sem þú ert með. 4 skoðanir. Og þetta er það sem við myndum kalla vinstri sinnuðustu skoðanina þína. Já. Hægri sinnuðustu skoðanina þína. Og ég held að við séum þarna að hugsa svona jafnhagslegu tilliti. Já. Síðan erum við að hugsa annarkvort íhaldssömustu eða ráðríkustu og frjálslyndustu. Já. Ef að byrja á, þú ert hægri maður. Já, algjörlega, hægra megin við miðju. Hægra megin við miðju. Ef að byrja á hægri sinnuðustu skoðan, nei, byrjum þá vinstri sinnuðustu skoðaninu þinni. Vinstri sinnuðustu skoðanu minni. Já. Það er erfitt að segja nákvæmlega hvað, maður á erfitt með að segja hvað er vinstri sinnuðustu skoðanin. Já. En svo skoðun sem kemur kannski fyrst upp í huga, af því að ég hef rifist þetta við hægri menn, vini mína, nýlega, að það er fríar skólamáltíðir í grunnskólum. Ok. Ég veit ekki hvort þetta er sendilega vinstri sinnaðasta skoðunum mín. Já. En þetta er svo sem ég kannski tekist hvað mest á við hægri vini mína nýlega. Þú ert hlindur. Ég er hlindur fríum skólamáltíðum í grunnskólum. Og fyrir mér er þetta, við erum búin að koma okkur saman það nokkur veginn sem samfélag, bæði hægri menn og vinstri menn, að við greiðum fyrir menntun. Við erum þá að byggja skóla, við erum að borga kennurum laun, við erum að borga hittur á húsunum og allt saman, þannig að við erum að borga fyrir þennan heildapakka. Já. Og þá finnst mér ekkert galið að henda skólamáltíðina inn. Mér finnst þetta bara að vera hluti af heildapakka. Mér finnst mjög skrítið að vera að borga fyrir einhvern veginn allt saman sem er leiktækin og skólalögin. Allan pakka sem er grunnskólinu segja, nei, matur. Það er eitthvað sem við ætlum að láta fólk borga sér. Já. Og líka, að því ég er nú alveg á þeirri skoðun að við eigum að styðja barnafjölskyldur í þessu landi. Já. Að þá fæst mér alveg eðlilegt að einhverju svo ég sem á ekki börn og er á fínum launum að ég borgi með mínum sköttum svo að barnafjölskyldur geti kannski haft það eitthvað örlítið betra og bara hvetja fólk til að stofna fjölskyldur og svo framvegis og ég sé nú sjálfur ekki þar, þá er ég á þeirri skoðun. Einmitt. Ég er sammálaður. Af hverju, já, þú veist, þú farið gegnum allt saman, er eitthvað svona persónulegt, þú veist, er eitthvað, nei, skiptir ekki máli. Hvað segja hægri helsinniðu vinið þínir, af hverju eru þeir mótfallnir þessu? Svona á þeim forsendum kannski helst að við eigum ekki að vera þeir myndi þá fyrir ekki að vilja hafa eitthvað system þar sem að bara já, hver og einn borga fyrir sína máltíð sem getur það og þá er það frekar kannski þeir sem eru verst settir sem myndu fá einhverja aðstoð. Já. Ég hugsa bara að það sé miklu praktískara bara borga fyrir alla í staðinn fyrir að vera með eitthvað system þar sem já, þú ert nógu fátækur til að fá stuðning frá sveitarfélaginu eða eitthvað. Einmitt, og líka efnaminna fólk á kannski, þú veist, hefur oft vinni tíma til þess að vera standi í einhverju skriffinsku en maður þá líka sanna reglum að það sé fátækur. En fókusinn þeirra hægrimanna sem ég tekist á þetta er að
að það náttúrulega fullt af fólki svo sannlega á efni á þessu og við hefum ekki verið að greiða þetta niður fyrir þau, en þau eru þá hvort þið einhvern veginn óbeint að greiða fyrir þetta náttúrulega gegnum skattana sína. Þau borga náttúrulega meiri skatta, sko. Já. Þannig að, já, þetta er svona... Sér líka, matur í grunnskólum ekkert eitthvað góður, skilur. Já, það er enda líka rök þeirra sem hafa verið á móti þessu. Þeir segja að gæðin hafa farið niður við það að þetta hafi verið gert... Var þetta ekki bara gert í fyrra eða eitthvað? Jú, þetta var hluti af kjarasamningum þar sem að ríkið koma að borðinu. Þetta var svona VG-mál sem að ég í þessu tilfelli bara nokkuð sáttur með, sko. En skólagögn, finnst þér að þau ættu að vera frí líka? Þar hef ég verið stundum meira tvístígandi. Við samþykktum þetta núlega í þinginu og nei, man ekki hvort þessu er búin að samþykkja þetta endanlega í þinginu, en svo ég sjálfur var í fyrstu 5 árin í grunnskóla í Hlíðaskóla í Reykjavík. Mamma og pabbi ári í læknisfræði. Eru báðir foreldraðinni læknar? Já. Hvernig læknar? Pabbi er sveigjangalæknir og mamma er lyflæknir, en er núna frú húðlæknastöð á Akureyri. Heitir það frú húðlæknastöð? Já, ég kalla það bara frú húðlæknastöð. Já, ok. Húðlæknastöðin fór í útrás norður til Akureyrar. Já. Og hún er núna bara læknir inn á húðlæknastöð. Ok, ég held að það var að segja að mamma ætti húðlæknastöð sem heitir frú húðlæknastöð. Já, það var þetta mjög gott. Já. Hvað ætlaði að segja? Já, það, þegar ég síðan flytti í Svíþjóð þegar mamma og pabbi fór í sérnám, þá eru frígögn og þá er þetta bara stundum alveg orðna þetta bækur sem hafa verið notaðar í sko mörg ár, og líka mikið af skólagögnum eru hugsuð þannig að þú sett einhvern veginn að krota inn í það. Það er einhvern veginn allt í mátt ekki að þið áttu að nota þetta aftur, sko. Þegar ég var í Hlíðaskóla og mamma og pabbi keypti þetta, þá var þetta samt mitt og ég gat gert það sem ég vildi með þetta og krotaði inn í þetta og bla 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 og síðan var keypt nýtt, sko. Þannig að það eru kostir og gallar. Já. Voru þið í Lundi eða? Þegar þið voru í... Gautaborg. Ég farið til Gautaborgar. Já, það er Perla. Mjög fín borg. Það er það sem ég hef sagt. Gautaborg er Perla. Já. Það er veitingastaðar sem heitir Carbon. Það var örugglega ekki til þegar þú varst þar. Já, ég var svo ungur í manna. Hvað varstu gamall? Ég var 11 til 15, 11 til 16. 11 til 16 ára? Þannig að þú talar reybrennandi sænsku? Talar reybrennandi sænsku. Fylgist með sænskum fréttum enn þann daginn í dag og... Ok. Og Er ekki einhverju þjóðirni sem er núna... Þeir eru hluti af... Þeir eru ekki í ríkisstjórn, en þeir eru hluti af meiri hlutanum í þinginu. En ég fylgist mikið með Svíþjóð og ég var núna nýlega að leggja inn frumvarp í þinginu. Ég er ekki búin að mæla fyrir því að ég var að leggja inn sem kemur eiginlega beint frá Svíþjóð, sko. Lagatextin er eiginlega copy-paste. Nice. Það sem og þegar þýtt, þessu ég gerði fyrir einhverjum árum síðan að fella niður virðisaukaskatt á viðgerðarþjónustu ýmiss konar. Já, ég sá þetta. Saumastofur, skóviðgerðir, textíl, alls konar bara viðgerðir. Fella niður virðisaukaskatt svona til að örva hringrásarhagkerfið og ég bara verið með þetta í kollinum sem ég frétti af þessu í Svíþjóð. Þannig að, já, ég eiginlega bara þýddi sænska lagatextan og er komið með frumvarp þetta. Þetta er mjög snöðut. En var ekki líka snöðut að fella niður tolla kannski á kínverskar vörur, þannig að það er bara ódýrara. Þá getur maður keypt meira dót. Það þarf maður ekki að láta laga. Við erum í dag með fríverslunarsamning. Erum við með fríverslunarsamning við Kína? Við Kína, já. Ég held að það borguðum tolla. Ég held að taki ekki alveg á öllu, það eru einhverjir tollar ennþá, ég þekki ekki alveg í minnstu smáatriði hvernig þessi fríverslunarsamningur virkar. Sko ég er ekkert endilega hlynntur í að refsa fólki fyrir að kaupa nýtt. Ég vil frekar gera það, hvað maður segja, verðlauna fólki fyrir að laga. Já, bara mér finnst óþarfi að ríkið sé að taka skatt af þessu þegar við getum frekar sleppt í. Píratarnir voru með einhverja hugmynd á sínum tíma að búa til svona sjóð. Já, alveg rétt. Í kringum svona að endurnýta. Já. En mér finnst kannski eðlilega að byrja á að hætta að taka skatt af þjónustunni áður við förum að gefa peninga út úr ríkiskassanum. Einmitt. Ok, en hvað er hægri sem þú varst að skoða neðin? Býttu þú ert verkfræðingur eða ekki?
Jú, Já, tók rafmagnsverkfræði í BS hérna heima í HÍ eða? Já. og svo master í iðnaðarverkfræði í Kaliforníu. Í Kaliforníu? Berkeley háskóla í Kaliforníu. Það mjög fín háskóli. Já, það var mjög fínt að vera þarna, sko. Varstu eitthvað að vinna sem verkfræðingur? Nei. Við það að vera banka? Aron, ert þú til í að... Æ, sorry, ég að trufla. Já, við erum í tökum. Guð, fyrirgefðu. Ég ætla bara að segja Við hæ. settum skilbúið og... Nei, ég ætla bara að segja hæ. Ok, við heilsum upp á hendur. Já. Var þetta Hallveig? Já. Varstu eitthvað að vinna sem verkfræðingur áður en að þú fórst á þing? Nei, ég kláraði þessa masterskráðu þarna 2003, var síðan að vinna 1 ár sem kom heim til Akureyrar og var svona að velta fyrir mig hver næstu skref væri. Þá fékk ég boð að koma og leysa af í 1 ár í menntaskólanum Akureyri, mínum gamla skóla, Já. sem kennari, starffræðarsvæði, stökk á það var mjög gaman. Já. Og þegar svona því var að ljúka þá átti ég nú boðaði Bjarni til kosninga. Einmitt. Þannig að ég bara, Það hugsaðir þú cha-ching. ég ákvaða að stökk á það eða gefa kost á mér að leiða lista Viðreisnar. Já, þú ert fyrsti Mínu þingmaður Viðreisnar í Norðaustur. Norðaustur. Ekki fyrst í nokkuð tímann, það var hérna... Nei, ég meina þú veist á lista, Já, á listanum núna, já. Ok, en hver er hægri sinna aðstæða skoðanuðin? Það eru eflaust margar af mínum skoðunum sem eru hægri sinnaðar. Ég hugsa það núna bara því að við hafa verið að ræða í þinginu daginn, sko, bara erfðafjárskatt. Ég er ekkert mjög hlindur á erfðafjárskatti. Ég myndi helst vilja... Ef ég fengi að ræða 1, þá myndi ég eflaust afnema hann, sko. Ok. Ég er mjög hlindur að fjárskatti. Já, það er, sko... Þetta er rögg þeirra sem að telja til dæmis að erfðafjárskattur sé hár. Meðans það, að þú er ekki unnið þér inn fyrir peningnum sem þú færð. Já. Mér í rauninni finnst það ekkert koma ríkinu við hvort að sá sem að fær peningin hafi unnið sér inn fyrir honum eða ekki. Heldur sá sem að gefur peningin, eða arfleiðir eitthvað af einhverjum peningum, eða ekki bara peningum, heldur einhverju eign. Já. Hann hefur unnið sér inn fyrir því og það er algjörlega hans að ráðstafa honum eins og hann vill í sinni erfðaskrá. Og svo líka eru, eins og ég nefni, þetta er ekki alltaf peningar, þetta eru mjög mikið eignir. Já, mér finnst alveg að þetta er klárlega að vera karfátt og eitthvað, ég heyr alltaf að tala bændur og eitthvað og ég giftur henni bóndafjölskyldu, sko, þú veist. Ég veit alveg að það er gert eitthvað sjálfbært að vera bóndi á Íslandi. Þetta er klárlega að vera karfátt fyrir, þú veist, eignir sem að ganga á milli kynslóða og eitthvað. Já, eignir líka sem að sko, sem að þú þyrftir þá að selja til að geta greitt skattina. Já, einmitt. Bara sem dæmi ef ég myndi fá málverk sem er metið á 50 milljónir, þá þurfti ég kannski alltaf að greiða einhverja milljónir bara í erfðafjárskatt. Þá lætur skattin bara ekkert vita því þú tekur bara málverkið. Já, ég held að það virki ekki þannig, sko, ég veit ekki. Hvernig veit skatturinn á þessu málverki? Það er náttúrulega, það þarf að gera erfðaskrá og í því... Ef þú ert að gera þessu erfðaskrá, þá setur bara málverkið ekki inn í erfðaskrána. Já, kannski er það hægt, ég veit ekki. Það er ekkert mál. En, ég held skatturinn veit ekki að ég á þessar myndavélar, ef ég degi þá tekur hófjöðar bara. Eða Aron kannski. Já, en við getum ekki smíða lögin út frá því að svona, hann sé hann bara í þessu dæmi, þá bara gerum við ráð fyrir að hann gefið ekkert upp til skatts. En mér finnst, mér eru... Skatturinn veit kannski núna að ég á þessar myndavélar ef skatturinn er að horfa. Ég með þessar myndavélar á leigu. Ok, en eins og, sko, þú veist, núna er ég að hugsa að, þú veist, er ekki hættan á því að ef að, þú veist, myndi maður ekki vilja taka einhvern pening, af því að skatturinn veit alveg maður á pening, nema maður sé búin að vera að taka út úr hraðbankareglulega síðustu ár lífsins og fela það heima hjá sér. Og í því tilfelli, ef maður er búin að vera duglegur að taka út pening og fela það heima hjá sér, þá finnst maður alveg, þú veist, vera verðlaunað með því að þurfa ekki að greiða erfðafjárskatt og því maður er búin að vera svolítið séður með að vera með seðla í dýnunni sinni til dæmis. Myndi maður ekki vilja, frekar en að, þú veist, einhver erfið, þú veist, 20 milljónir eða eitthvað í beinhörðum peningum, þess að beinharri banka henni stöðu, að það fari í listum að mér 20 milljónir þú veist, ég get ekki ímyndað mér það magna peningum.
að það fari í okkar sameiginlegu sjóði frekar en til einhvers krakka sem að, þú veist, hefur ekkert gert og kann ekkert. Það svaraði. Já, við erum bara með, við erum með fullt af öðrum, hvað var að segja, tekjuleiðum, við erum með tekjuskatt, við erum með þjónustekjuskatt, við erum með skatt á fyrirtæki, við erum með auðlindaskatt. Þetta eru tiltölulega, þetta eru aldrei að fara að vera það háar upphæðir að það verður eitthvað svona make it or break it fyrir velferðarkerfi sem við erum. Ok, hvað með að hækka erfðafjárskatt þá frekar upp í 90%? Já, nei, þá... Og fólk getur þá bara verið duglegt að fela eignir? Nei, mér finnst þetta bara að þú hefur unnið þér inn fyrir þínum eignum. Já. Og þegar þú fellur frá þá finnst mér að þú eigir að mega ráðstafa þeim eins og þú vilt. Ok, en... Og það er ekki ríkisins að koma inn og segja, heyrðu, nei, þú átt ekki rétt á að gefa þessum að því að þessi hefur ekki unnið sér inn fyrir því, mér finnst það bara ekki koma ríkinu. En ef að krakkin er bara mjög augljóslega algjör skítur? Þá mun hann örugglega bara, rústa þessari eign sem hann hefur fengið. En þú veist, getur ekki verið eitthvað þannig system að sýslumaður myndi leggja mat á eitthvað, nei, þú ert algjör fucking skítur og ekkert eitthvað svona hæfur endilega, skilur, bara hvort þú sért bara lítill skítur og ef að það er skoðun sýslumanns í því, þið ætlaði samin að sýslumannsembættin bara niður í eitt eða ekki, já, þannig að það var bara einhver einn gaurar úr Reykjavík sem fer alls staðar sem einhver deyr, skoðar ættingina og segir, nei, þú ert algjör fucking skítur, þú er ekkert við pening að gera, við ætlum að taka hann. Þetta kemur þá hægri maðurinn mér og segir bara, nei, þetta er ekki eitthvað sem ríkið á að vera, þetta er ekki völd sem ríkið á að hafa. Ok, en ef það er bara bæjarfélagið, þú veist, það er kosið það alltaf, eitthvað svona... Sveitafélagið er annað stjórnvald. Já, en ég meina, þú veist, ekki eitthvað svona endilega, þú veist, ekki endilega sveitastjórnin, skilur, bara, þú veist, ef að þegar foreldrar mínir deyja, bara allir sem búi í Vesturbænum getur komið og sagt, nei, Stefán, þú sökkar, þú færð ekki þennan pening, og hann fer þó bara í ríkiskassan, en systkini mín eru 2 eftir þá og þau eru eitthvað, ok, Daði Kristján, þú ert góð gaur, og Dóralind, við vitum alveg hvernig þú ert, þú færð hálfan. Getur þetta verið eitthvað? Nei, mér finnst að þá erum við komin út í svona tyranny of the majority pælingu, sko. Við veitum hvort það sé góð íslensk þýðing fyrir. Já, það er ofríki meirihlutans. Ofríki meirihlutans. Ekkert að þakka. En hver viltu taka ráðríkustu, íhaldsamustu eða frjálslyndustu skoðunina þína fyrst? Ráðríkustu... Er það þá ekki bara svona authoritarian? Jú, og mér finnst alveg sko að því ég er rosalega frjálslyndur, myndi ég að segja. Já, ég líka. Þannig að sko fyrir mér þá er flest íhaldssemi frekar ráðrík. Já. Þannig ég hef þetta svona bæði í boði, sko. Já, ég stundu velt þessu fyrir mér, þetta með sko þetta svona samasemmerki sem er mjög gjarnan sett á milli þess að vera íhaldssamur og vera authoritarian. Já. Sem að ég skil alveg að við gerum eins og í dag, en þú veist, ég velti til dæmis fyrir mér eins og í austur kommúnistaríkjunum þegar þau voru að falla, 1989, 90, eitthvað svoleiðis. Þá voru væntanlega svona íhaldssömu, til dæmis eins og í Pólandi þar sem að voru, þú veist, kirkjan var einhvern veginn hluti af uppreisinu gegn kommunismannum. Þá voru einhvern veginn kristin gildi líka róttæk. Þannig að það á ekki alltaf við einhvern veginn þetta samasemmerki milli þess að vera íhaldsamur og vera ráðríkur. En það er svo sem annar mál. En svona mest authoritarian skoðun mín, ég á mjög örðt með þetta því að ég er náttúrulega viðreisnarmaður og við eigum það til að vera svolítið liberal. Já. Sko ég var alltaf á móti símabönnum í grunnskólum. Ok. Þú segir varst alltaf. Ég var. Núna, ef það telst vera authoritarian, ég er búinn að skipta skoðun og er núna orðinn hlynntur því, sko, og það er komið inn í þingið og ég ger ekki ráð fyrir öðru en að það bara fljúgi í gegn. Þetta var í umræðu í þinginu og það var allir bara, tökum símann af. Ég er mjög sammála því. Ég held að það myndi teljast ráðríkt að það ekki? Jú, maður er að stíga inn í og maður er að segja að þið foreldrar getið ekki, þurfið ekki að díla við þetta, við bara segjum nei, engir símar í grunnskóla. Já. Ég er alveg sammála. Mér finnst það eiginlega bara að við ættum að banna börnum að eiga síma. Eða skilur snjallsíma. Já. Mér finnst það ætti að vera eins og, mér finnst það, þannig að þetta orðin svona bara 25 ára. Ættir ekki mega komast mikið á netið. Já. Við komum lengra með sko
þú verður náttúrulega fullorðinn þegar þú ert 18 ára. Já. Síðan einhver ástæðu segja þú mátt ekki kaupa áfengi fyrir út orðin 20. Já. En göngum síðan alveg lengra með símana, 25 já, ára. og þú veist, þetta er bara svona, að því að þú veist, það er engin, bílalegur vilja ekki lega bíl fyrir 25 ára. Já, allar- einmitt, Já. og þú mátt ekki vera forseti fyrir út 30. 30 ára, já, þannig að ég segi að þú mátt eiginlega ekki, og líka nýregla sem við erum sammálum núna, að þú mátt ekki vera forseti ef þú hefur farið á netið. Ef þú ert með Já. Twitter-reikning þá máttu ekki vera forseti Íslands. Já, það má vel færa rök fyrir því. Og, Það krefst kannski stjórnarskrárbreytingu, já, en það er alveg umræða sem við getum tekið. já, ert þú til í að, Að Þegar- leggja fram þessa stjórnarskrárbreytingu. Já, Takk. ég get það. þarna, Bannað að vera á Twitter og vera forseti. já, ok, en En aftur samt með, sko, þetta komið með til tals innan hérna þingflokksins okkar þegar við vorum að velta þessu upp, sko. Einmitt þetta með bara svona svolítið algjört símabann. Já, Og til dæmis, sko, tölur í Bandaríkjunum sína að að börn sem að hverfa, það hefur alveg bara farið beinustulega niður já, út svona á þessari öld. já, Og ég man ekki hvort það hafi verið rannsakað sérstaklega, hvort það sé út af símanótkun, en það helst alveg í hendur. hendur við símanótkun. Já. Af því að þetta er alveg öryggistæki líka, sko. Já, já, ég skil Og það þarf ekki að vera hægt það þarf ekki að vera neikvætt allt við þetta, en inn í skólastofum er held ég að orðið nokkuð augljóst fyrir einhverju síðan að þetta er að skemma fyrir og líka einmitt, jafnvel þó að einhver svona mjög ráðríkt foreldri segi nei, þú mátt ekki taka síma með í skólanum, og það verður þetta svo rosalega mikið eitthvað svona félagsleg pressa og það verður bara erfitt fyrir foreldra að halda uppi þannig aga, og þá er bara betra að ríkið taki á sig að vera á vondi kallinu og segja bara nei. Já, Það er einmitt, þá ekki- geta foreldrarnir sagt, ef þú tekur síman í skólan þá fyrir fangelsi. Já, akkurat, Það er það sem ég myndi segja. akkurat. En líka bara, þú veist, sko, algjörlega, það er gott að við vitum hvar börnin okkar eru. Hvað hjálpa þér, Aron? Það er gott að við vitum hvar börnin okkar eru. En, þú veist, það er bók sem að heitir Stolin athygli. Jóhann Hari held ég að hann heiti sem skrifaði hana. Og hann sagði, sem að hefur svolítið setið í mér eftir ég heyrði þetta í podcasti, ég hef ekki lesið bók. Og hann sagði, sko, we overprotect our kids offline and underprotect them online. Já, Og nú í Ástralíu eða ekki, þá voru þið að setja lög að krakkar mætti ekki fara á samfélagsmiðla fyrir niður 16 ára. já, Hvað Danir eru að skoða eitthvað svipað. Já, mér finnst það svolítið sniðugt. Já, sko, þegar ég var að byrja á samfélagsmiðlum, þá man ég að var eitthvað 13 ára regla. Já. Sem Það var er svo galið að sé eitthvað bannaðar en 13 ára, einhverju var bara eitthvað, já, þú 13 ára, þú treysti þínum þroska til þess að taka þessa ákvörðun. Já. Já, ok. Nei, en því var samt, ég bara velti fyrir mér ef að ríki kemur inn og setur svona reglur, Já, hvort það verður samt ekki alveg jafn auðvelt að fara fram hjá því og þegar þú einfallega bara settir inn og værir orðin 13 þegar þú varst bara 12. já, þú veist, eins og í Ástralíu, þú veist, ég sá reyndar einhverja frétt bara í morgun einhverja, þú veist, 13 ára stelpu sem var komin á Snapchat bara 5 mínútum eftir að banni var sett, bara með einhverju VPN og eitthvað shit. Og erum við þá líka, það sem að þetta var líka til umræðu í þinginu daginn, Já, erum við þá bara að segja, já, öll samskiptaforrit eru samfélagsmiðlar og þar leiðandi bönnuðina 15, þannig að það eru engar leiðir fyrir 11 ára krakkar að tala saman nema, þú veist, SMS, það er væntanlega ekki samfélagsmiðl. það er ekki samfélagsmiðl. Þannig að, en hvað ef þú ert komið með eitthvað samskiptaforrit sem er basically SMS en ekki SMS, segjum Messenger, segjum Telegram ef að þú ert með 13 ára Ef að krakkinn er 13 ára á Telegram þá taka barnið að því. Annað vandamál í staðar kannski. Ég held sko, ef það er 13 ára barn sem veit hvað end-to-end encryption er. Þannig að, þú veist, mér finnst ekkert eðlilegt endilega kannski að segja bara, herru, já, við ætlum að banna krökkum að eiga einhvern svona samskipti utan raunheima Já, nema þau séu orðin 15 ára viltu og vita? séu að eiga samskipti með SMS. Já. Veistu hvað ráðurgastu skoðunin mín er? Hvað er með hana? Ok, hún er, veitu, ég var að tala um þetta í gær, já. Mín ráðurgastu skoðun er að það er að banna fjarvinnu og það er að banna fjarnám
nema þú getur sýnt fram á að þú nauðsynlega þarft að vera í þeim landshluta sem þú býrð og þú veist, það er eitthvað, þú átt von á barni, þú ert með veika fjölskyldu eða eitthvað skilurðu, það ætti að vera erfiðara að fá að vera í fjarnámi heldur en það er að komast á örorkubætur, það er mín skoðun. Af því að ég held að ef að allir þurfa, og þú veist, ég myndi hata þetta, ég kappkosta við að vera í vinnum þar sem ég er einn, eins og ég tala aldrei við Aron til dæmis, sem er en ég held að ef við myndum hætta þessu, af því að þú veist, það eru allir þessir fucking krakkar í dag, nei, maður heyrir fólk eitthvað svona, ég er með svo mikinn félagskviða, ég verð að vera heima í fjarnámi, ég get ekki mætt, þú veist, engum hefur þótt gaman að fara í háskólan og vinna einhver hópverkefni. Bara tala að neyða þetta lið. Já, bara neyða þetta lið út úr húsi og, þú veist, þá er kannski stofnað einhver keiludild hjá einhverju forritunarfyrirtæki og krakkar kynnast í háskólum og kannski fara þau í sleik og þá hækkar fæðingartíðnin. Hvað finnst þér þetta? Ég veit að fæðingartíðnin hækki ekki við að fara í sleik. En í kjölfar þess, þá getur eitthvað annað gerst. Þetta er svona, vindur upp á sig. Já. Sko, sem þingmaður Norðausturkjördæmis, landsbyggðarkjördæmis, þá myndi ég ekki geta fallist á það einhvern veginn að reyna að gera erfiðar fyrir fólk að vinna í fjarvinnu, í ljósi þess að við sem erum landsbyggðarþingmenn höfum yfirleitt verið að tala fyrir því sko að fara í hina áttina. Já, en af hverju flytjið þið ekki bara suður? Já. Það er annar punktur sem að ég er líka bara ósammála. Ok. Ef að tala frjálslyndustu skoðunina þína. Frjálslyndustu skoðunina mína. Já. Það er svolítið erfitt að gera upp á milli, sko. Já. Það var daginn verið að mæla fyrir frumvarpið þingsályktun í þinginu sem ég er meðflutningsmaður á dánaraðstoð. Já. Ég hlynnti því að leyfa hana, sem ég myndi segja að vera frekar liberal. Hvað finnst þér áfengi í búðir? Sko, ég myndi allan daginn vilja selja ÁTVR, en ég er ekkert endilega vissum kannski að því að ég er eins og ég er og þekki marga alka, kannski er það pínur ráðríkt, ég myndi ekki vilja hleypa svo alveg frjálst og bara inn í bara bónushliðan á brauðinu, sko. Þannig að þetta er svona, en ég myndi bara vera, ég finnst engin ástæða til þess að þurfa að vera ríkið sem að rekur áfengisverslanirnar. Mér finnst að það geti bara verið einkareknar áfengisverslanir. Já. Þess vegna þetta geti verið, þú veist, bónusvín nema og lampar inn í einhvern sér inngangi eða eitthvað. Já, einmitt. Þannig ég vil bara selja ÁTVR helst, leyfa þetta meira frjálst en ekki endilega alveg frjálst. Þannig að þetta er blandað því að vera liberal og pínur árík. Já, í Danmörku er það ekki rétt meina hjá mér að þú veist, maður getur keypt bjór bara úr kælunum í 7-Eleven, en vodka er alltaf bara ná bakvið. Þú veist, maður þarf að biðja þeim að rétta sér vodka. Það er búið að koma svolítið á óvart, sko, af því að ég er alkið, sko, og það er búið, og þú veist, mér er alveg sama, persónulega. Ég er búin að vera edrú lengi og famous last words, ég er öruggur, en það er búið að koma á óvart, sko, fólk af okkar kynslóð, eða minni kynslóð, af því ég held að þú sért Gen Z, Millennial, í hvaða hús ert í Hogwarts, by the way? Aldrei pælt í. Það búið að koma á óvart hvað margir hafa sterka skoðun á þessu, sko. Og einmitt skoðunina, nei, ég vil ekki hafa þetta í búðum. Já. Ok, allavega. Þú ert hlindur dánaraðstoð. Já. Af hverju? Mér finnst það bara að vera svona sjálfsagt frelsi og mannréttindamáli að ef ég er sár, kvalinn og dauðvona og tek það ákvörðun að ég vil bara fá að fara núna á mínum eigin forsendum og með reisn. Já. Og það er líka einhver læknir sem er tilbúin að veita mér þá aðstoð að þá er ríkið ekki að koma inn á milli og segja nei. Nei, já. Ég er sammálaður, sko. Við erum sammálum svolítið margt. Já. Fyrir utan að mér finnst að fólk í Norðausturkjördæmi ætti bara að flytja suður. Flytja suður. Já. Og að vera 90% erfðafjárskattur. Já. En svona útfærslan á því, þú veist, hver á að, þú veist, eins og ég til dæmis er aumingi
og það þarf mjög lítið til þess að mér finnist ég bara vera að deyja. Sárkvalinn. Þú veist, hver á að taka, þú veist, eins og ef ég er búin að vera með hausverk í svona 3 tíma eða eitthvað og ég segi við Hófi, kærustuna mína eitthvað, jæja, nú er minn tími kominn. Já. Hver á að taka, þú veist, hvernig er þetta metið? Sko, það sem við horfum gjarnan til við sem pælum í þessu eins og inn á þinginu er Holland. Já. Og það er alveg mjög skýrt í lögurum að það þarf að vera í rauninni allar aðrar leiðir full reyndar. Aha. Þannig að ef þú myndir fara til læknis og segja bara ég er með hausverk og ég er að deyja og ég vil bara fá að fara, þá myndi hann kannski bara rétta þér aspirintöflu, reynum þetta fyrst. Okay. Af því að það væri rauninni það sem lögin myndu segja, sko. Það væri allt annað fullreynt og síðan þyrfti þetta að taka svolítið langan tíma. Já. Og síðan eru mismunandi útfærslur í Kanada er alveg skilyrði það að þetta þarf að leiða þig til dauða. Já, sjúkdómurinn. Þannig er það vissulega ekki í Hollandi. Já, það er nóg að lífið þitt mun bara sökka. Já, þú getur verið með alls konar sjúkdóma sem eru alveg að sárkvelja þig en mun ekki endilega að draga þig til dauða einir og sér. Mér finnst sko frekar að maður ætti með að deyja þá. Taka ákvörðun að deyja þá. Að þú ert bara sárkvalinn og þú veist og allt annað þarf að vera fullreynt líka. Já, allt annað þarf að vera fullreynt og þú ert bara og þú veist í Hollandi náttúrulega þar líka getur þú bara keypt weed út í búð, þannig að þú veist ef það virkar ekki. Sko ef það er bara eitthvað, þú ert 30, segjum 32 ára eins og ég og þú ert bara með hausverk og þú er ekkert fyrir séð að þú hættir að vera með hausverk, þú myndir byrja að drekka vatn eða hreyfa þig eða eitthvað, einhverjum svona galnar leiðir. Þá finnst, þú veist, ég ætla að reyna að vera alvarlegur. Þú veist, þú ert með einhvern sjúkdóm sem að lætur þér bara, þú veist, þú ert bara alltaf að drepast út allt og líður mjög illa og það er ekkert hægt að gera því. En þú ert samt með, þú veist, 30 ár eftir að lífinu. Getur ekki unnið kannski, alltaf illt. Þá finnst mér alveg að þú mætti deyja. Ef þú vilt, ég er ekki að segja. Það er dæmi í Hollandi akkurat þetta, það er bara taugasjúkdómar sem að draga þig ekki til dauða. Gera það verkum að þú ert sárkvalinn öllum stundum. Grasið er ekki að hjálpa. Grasið er ekki að hjálpa og engar læknisfræðilegar leiðir. Allt sem hann reynt og ef þú segir bara ég vil fá að deyja og þú ert með læknir sem er tilbúin að veita þér þá aðstoð, að þá leyfa lögin það. En ég sá líka að þú varst að leggja til að aukið frelsi til nafngifta, eða ekki? Að fólk Jú, þessi þingflokkur Viðreisnar var að Og þú ert meðflutningsmaður. Ég er meðflutningsmaður. Já, allir þingflokkurinn saman. Já. Er það ekki svolítið skemmtilegt þegar þið komið öll saman að gera svona frumvarp? Jú, það er mjög gaman og Jón Gnarr er fyrsti flutningsmaður sem að mega kannski sens að því að hann hefur átt sinn slag við mannanafnanefnd. Já. Þetta gengur ekki alla leið, bara afnema mannanefnd og mannanefnalög og þú með bara hitta það svo vilt sem að væri það sem að ég myndi, ef ég fengi að ráða einn, myndi gera. Já. Þetta er svona tillaga sem að er kannski líklega að komast í gegnum þingið af því að maður verður stundum að velja að fara kannski eitthvað skemur sem að actually hefur eitthvað séns á að komast í gegnum þingið. Það sýst svolítið frelsi til að velja sér eftirnafn. Já, einmitt. En sko, þú veist, ég hef ekki hitt mannesku sem að er eitthvað mannanamnand, þetta er hóllinn sem ég ætla að deyja og hvaða þingmenn eru þetta sem að og þú veist, ég þekki alveg gamalt fólk. Já. Eða þú veist, amma mín, hún er endar kannski, mér grunar að mögulega sé þetta bara svona búbla sem við erum í af því ég hef heldur ekkert reykist mjög mikið á þetta en maður mætir samt mjög gjarnan sömu rökunum sem er svona, já það er samt að hafa vit fyrir foreldrum. Það er fucking ráðríkt maður. Já, þú veist, hvað ef foreldri myndi bara skýra barnið Adolf Hitler? Þá verður það lagt í einelti. Það verður erfitt fyrir maður. Sko, ef að barnið skýrt Adolf Hitler þá er það ekki einelti sem er að fara að gera lífið það er foreldrarnir. Og það er líka ástæðan fyrir ég segja að enginn ætti að mega fara á internetið. Þetta er nýja skoðunin mín sem þú ert sammála. Enginn má fara á internetið. Af því að allir, þú veist, það er allir að vera geðveikir. Já. Heyrðu, er eitthvað, Aron, erum við góðir? Er eitthvað sem þú vilt, segja lokum? Nei, bara gaman að við skildum vera svona mikið sammála og takk fyrir að bjóða mér. Hver er uppáhaldstillagan sem ég hef komið með?
Að forsetinn megi aldrei hafa verið á Twitter. Já, ert þú á Twitter? Ég er svona lurker. Ok. Mér finnst það að sleppa. Já. Heyrðu, ok, takk fyrir komuna og gaman að kynnast þér. Sumuleiðis.